MC Gauti, velkomin í D.V. tónlist og til hamingju með þína 5. breiðskífu. Takk fyrir það. Sem nefnist hvað? 5, ekki satt? Jú, 5. Hérna, mér langar bara ógeðslega til að svona fá að vita aðeins meira þessa plötu. Já. Hvernig hvenær byrjar á henni? Er þetta búið að vera lengi í bígerð með þessa plötu? Í raun og veru getur sagt að ég byrjaði á þessari plötu þegar ég fæddist. Nei, tjók. Þetta búið að vera svona 2 ára ferli. Því að í raun og veru, ferði yfir í svona, hvenær byrjar maður að gera plötu? Í raun og veru ég byrjaður á næstu plötu núna. Og tekur svona sköpunarferli og allan tíman sem að fer í það að hugsa hver næstu skref eru. En þetta svona búið að vera cirka síðasta ár þegar þetta fór að taka einhverja mynd á sig og maður fór að ákveða, ok, þetta það sem ég vil gera og þetta stefna sem ég vil taka. Þetta það sem ég að fara að stefna á. Þannig að þetta 2 ára prósess síðasta árið svona massíft. Já. Og hvernig svona þessi plata miðað við síðustu? Hvað myndirðu svona, hver er munurinn? Er mikill munur á þessum plötum eða ertu svona í sama fíl? Það er eiginlega stór munur á þessum tveimur. Ég gaf út 2 plötur 2016. Það var Vagg og Velta og 7. nóvember. Og Vagg og Velta var svona, hún er eiginlega mikið power út í gegn. Þó að ég komið svona smá downkablar, ekki downkablar, svona róleikablar inn á milli. 7. nóvember er sama, en þessu er eiginlega snúið viðdálítið á þessari plötu. Hún er svona, hún siglir rólegri einhvern veginn út í gegn. Þannig að já, minna partí og ég vil nú ekki segja, ég vil ekki segja hitt sé ekki tónlist, en þetta er svona meiri dægurlög. Já. Ég geti sagt það. Þú vinnur bara við þetta? Já, ég væri að ljúga þér ef ég væri að segja að ég væri alfarið bara, ég fer ekki bara á ball og síðan fer ég bara heim í tölvuna, sko. Nei. Þannig að maður er alltaf að vinna í einhverjum aukaverkefnum on the side, saman hvort það sé marketing tengt eða ég á partí veislusal og er að opna hamborgarastað líka, þannig að þetta er samt svona, já, maður er að gera marga hluti. Þú ert líka, þú byrjar náttúrulega bara einn að rappa og þú veist bara eins og margir gera. Nú ertu komið með band með þér, hefur verið að spila með bandi. Já. Hvernig svona, hvernig er það? Finnst þér betra þá að vera með bandi upp á að spila live? Fer bara eftir aðstæðum. Ég byrja að spila bara solo með DJ og síðan detta eiginlega flestir úr Eitin Fresco inn í batterið. Og Keli, Vignir og Tóti sem að byrja að spila með mér. Tóti dettur út síðan og síðan sem eftir stendur er að Keli er meðlimurinn á Fresco sem er ennþá að spila með mér í dag. Það er bara, það er náttúrulega miklu meira power. Það er rosalega gaman að spila með hljóðfæraleikurum. Og þú getur farið yfir, þú getur breytt tónlistinni þínu, þú getur farið, við höfum alltaf sagt að þetta breytist eða svona pínlítið í nu-metal þegar við erum að koma fram með heilli hljómsveit. En mér finnst líka gaman að geta stjórnaði, að geta farið bara pjúra aftur í back to basics, að vera með bara playback og rap. Þannig að það fer eiginlega bara eftir aðstæðum. En þú ert núna með útgáfu tónleika. Á Græna hattinn. Já. Og við vorum að ræða saman áður, við vorum að tala að þetta er á Akureyri en ekki í Reykjavík. Hvernig og þetta bara með hvernig kom það til? Hvort ég var ákveðið að vera bara á Akureyri? Nei, þetta er einfaldlega út af því að platan kemur seinna út, hún kemur seinna út en hún átti að koma. Og planið var alltaf að hafa útgáfutónleika þarna stuttu eftir útgáfu. Ég er að sigla inn í svakalegt törn af því að gera júlevennir sem eru jólatónleikar sem við héldum í fyrsta skipti í fyrra. Og mér líður eiginlega bara svona smá eins og ég væri að gera mistök með því að fara að keppa við sjálfa mig og halda útgáfutónleika. Þannig að ég mun halda útgáfutónleika í Reykjavík, en mér finnst mjög líklegt að það verði eftir áramót. Þannig að við Reykjavíkingar fáum að heyra þetta live. Ég fá að heyra þetta live. Ég verð, að því að í raun og veru, eins og Vagg og Velta, eina skiptið sem fólk fekk að heyra plötuna út í gegn var útgáfutónleikarnir.
það fullt af lögum sem ég hef aldrei tekið aftur og það sem skemmtilegt við að vera með útgáfutónleika bæði að ég alveg bara berrasaður og stressaður sko, maður aldrei tekið þessu lög áður og maður í kerfi en samt spenna í leiðinu að leyfa fólki að heyra eitthvað og þú færð að flytja verki í heild sinni. Þú veist, ef ég að taka eitthvað albúmtrakka á menntaskólaballi þá verður fólk bara reitt mig sko. Þannig að spilaði vinsælalagið og snáfaði. En núna við ætlum að fá að heyra smá svona smjörþef af plötunniðinni og geturðu sagt okkur hans hvaða lög þú ætlar að taka? Ég ætla að taka fyrir ykkur 3 lög. Ég ætla að taka fyrir ykkur lagið sem heitir, það intro-lagið á plötunni, stutt lag, heitir Hræddur. Það lag sem að, sko, intro og outro í raun og veru sama lagi, nema það einhvern veginn svona köttað upp og ég bjó til samloku. Það var samlokubrauðið á plötunni, sko, því að fyrsta versi fjallar Hræddur og seinna versi fjallar einhvers konar eftirmála af sjálfskoðun. Píanóið sem þið heyrir undir það Ari Bragi, basically kom upp í stúdíu og taka upp trompet og endaði með að spila jazzpíanó inn á plötuna. Það var heldur skemmtilegt. Mér líður vel, lag nr. 2 sem ég ætla að taka, það fyrsta lagi sem ég samdi fyrir þessa plötu. Það var fyrir 2 árum þegar ég veit ekki, platan Vagga og velta á 7. nóvember voru á algjörflugi og ég var á einhver svona hápunkti á ferlinum. Var líka í leiðinu nýjarum pabbi og varð pabbi sko í sköpunarferlinu af Vagga og velta og ég einhvern veginn hugsa, ég var alveg, herði, sem svo rönghugsun sko, ég alveg, hvernig á ég að láta það hljóma cool að vera pabbi í einhver rapplagi og síðan tókst það bara. Það þetta lag, fyrsta lagi sem ég samdi fyrir plötuna sem heitir bara Mér líður vel, mér líður mjög vel og mér leiður rosalega vel að meðan ég var að semja það. Síðan síðasta lagi lag sem heitir Smástund og það kannski svona þyngsta lagið á plötunni og fjallar fólk sem fjall frá aðeins og fljótt. Lagið svona talar bara fyrir sig og þykir rosalega menntuð lag. Það var örugglega svona það lag sem að mér fannst erfiðast að koma frá mér af því mér fannst touchy subject og einhvern veginn þurfti að vera rosalega fínpúsa til að gefa út. Bara hlakka til að heyra, MC Gauti, gjörðu svo vel. Takk. Geggjað. Hræddur við að fara, hræddur við að feita úr, hræddur að sagan verði stundum munum deyja, ungir hræddur við að þegja og lengi þegar að ég kem tilbaka svangur ekki til meira. Ég hræddur við að keyra mig úr, hræddur við að keyra og hratt að sjá ekki hvar ég á að beygja. Ég ætla ekki að verða gamall kall í sama geira. Ég hræddur við að deyja einni og deyja playa. Ég reyna að vera fyrirmynd, lofa ég að reyna að bjóta mér í kaffi glerhúsi, lánaðu með steina, skulum gera nokkra skandala, afskrifað og seinna skulum bíða í gott korter, því mistök virðast gleymast, en tala bara tala, þetta talan fyrir að tala. Mottoið það momentið, svo momentið endist alltaf, lifi alla daga eins og seinast sé að fara, því ég veit að þeir daginn þegar ég klíp mig þá mun ég vakna. Sama gamla, svo vakna, þungur á því, vakna valla, dagar dimmir, nætur svarta, nettur gaur með viðkvæmt hjarta. En þetta þátíð, já þetta þátíð, og núna einhver dagur eins og fucking hátíð. Gaf dimm upp á bátinn, pumpaði lífið í strákinn og ég fyrir sátur í hátinn. Já, mér líður vel. 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 Ok.
Ég sáttur úr flestum áttum að það kannski ekkert svo skrítið Trúlega syngi mest spennt að greið bara öskar takk fyrir lífið Familían risastór en ég elska hann ekkert lítið Vinahópurinn minn það, elska hann allt svo mikið Bjóð til mannesku það magna myndi gera allt fyrir hana smá Baby mama drama and the last síðan alltaf Oh my god hvað ég hata það hvað manneskur eru falskar En Stella Maria músi mín getur alltaf treyst á one pappa Og góðu dagur hann rétt að byrja Og góðu dagur fyrir reikninga Og góðu dagur fyrir þess að fréttamiðla Og góðu dagur fyrir YouTube kommentar Engi svör til ég ekki að spyrja Mér líður betur þegar ég fyrir offline Kannski það bara fréttamina Fæ mig drink, fæ mig smoke Annar dagur, annar sjó Fyrir bókan, kessa út Kaupi íbúð, kaupi skó You know En ég tala ekki í tölum þó Ey Sama gamla, svo vakna Þungur á því, vakna valla Dagar dimmir, nætur svartar Nættu gaur, með viðkvæmt hjarta En þetta þátíð, já þetta þátíð Og núna einhver dagur eins og fucking hátíð Gaf dimmu bátum, bæði lífi í strákin Og ég fyrir sáttur í hátinn Já, mér líður vel 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 Ok Mér líður vel Mér líður vel Ég ekki með allt á hreinu En ég búinn að læra að lifa dag í einu Ég ekki með allt á hreinu En ég búinn að læra að lifa dag í einu Ég ekki með allt á hreinu En ég búinn að læra að lifa dag í einu Ég ekki með allt á hreinu En ég búinn að læra að lifa dag í einu Ég ekki með allt á hreinu En ég búinn að læra að lifa dag í einu Ég ekki með allt á hreinu En ég búinn að læra að lifa dag í einu Ég ekki með allt á hreinu En ég búinn að læra að lifa dag í einu Nei Já Takk fyrir Vaktin hennar kláraðist hún Stimplaði sig úr Að fór mig vel að vera kvíðin Því ég höndla ekki smókin eins og hún Það alltaf stutt í tárin Já, og alltaf stutt í kvíðan Þegar ég heyrði hún væri dáin Ég hélt ég myndi deyja líka Bara í smástund Finnum botnin bara í smástund Taktu pásu bara í smástund Föllum saman bara í smástund Hvíld í friði bara í smástund Finnum botnin bara í smástund Taktu pásu bara í smástund Föllum saman bara í smástund Hvíld í friði bara í smástund Ég hristi hausinn meðan hann skólar blóðið af Ég bið til Guðs og fleiri fíbla sem ég trú ekki á hann lifi þetta af Mér líður best því ég svona langt frá landi Ungi strákar í stofu hita með veðurbarinn andlit
Ég fann mann þéttingsfast því ég ekki viss það hvort ég muni nokkuð tíman hitta á hann aftur hérna. Nei, ég fann mann þéttingsfast því ég ekki viss það hvort ég muni nokkuð tíman hitta á hann aftur hérna. Bara í smástund, finnum botnin bara í smástund, taktu pásu bara í smástund, föllum saman bara í smástund, hvíld í friði bara í smástund, finnum botnin bara í smástund, taktu pásu bara í smástund, föllum saman bara í smástund, hvíld í friði bara í smástund. MC Gauti, takk hérlega fyrir þetta. Gauti verður á Græna hattinum í kvöld og fer miðasalan fram á tix.is og ég mæli bara eindregið með því að fólk fari núna og fá sér miða. Platan kemur í verslanir í svona physical inntökum. Hvenær verður það? Já, hún gerir það sko. Það í nóvember. Í nóvember? Það að bíða eftir, tekur svo langan tíma að gera vínil. Já. Það kemur ekki á CD þetta skiptið. Þetta er bara internet og vínil. Þannig að, já, hún kemur hérna glóðvolg í nóvember, þannig að fólk þarf ekki að vera að vænta. Nei. Herru, bara takk hérlega fyrir komuna, Gauti, og hérna gangi alltaf hæg með þetta. Gott í hérna, maður. Og við sjáumst að viku liðni. Takk fyrir. Já, mér líður vel. Mér líður vel. Mér líður vel.